Hérna er þessi myndband alltaf að sýna hvernig við setjum upp frárennslistekningu fyrir einbýli á 2 hæðum. Við fara yfir grunnmyndir, grunnmynd fyrir sokkulinn, fyrir 1. og 2. hæð, rúmmyndir og setja saman þá sokkultekninga 1. og 2. hæð. Við fara yfir hvar við geymum verkefnakrár, hvernig við stillum lítertestan og hvernig við tengjum þetta síðan saman með S-Ref möguleika. Það sem við erum að gera núna í þessu verkefni er þessi þættir sem sagt. Við ætlum að teikna frárennslu á lóð eða í sökkli, grunnmynd með regn og frárennslislagna. Við ætlum að teikna frárennslu grunnmyndar á 1. og 2. hæðar í húsinu líka og síðan setja inn rúmmynd fyrir lagnirnar. Og það er efni hérna sem tengist frárennslu í verklýsingunum, þið getið skoðað það svona aukalega, dæmi verklýsinga pípulana. Hérna er síðan að finna fyrirmyndir, frávita sökkul, frávita 2. hæð og frávita 1. hæð og svo rúmmynd, þetta er svona 4 teikningar. Að auki er hérna fyrir neðan, hérna eru DFG-krana, þið sjáu hérna aftast í skráarhættina, þetta er DFG. Þetta takiði og vistiði, ég sýni ykkur þá eftir. Ég ætla að byrja að renna yfir þessar hérna 4, opniði þær og sjáu þið hérna að við erum með sökkulteikningu. Þetta er ekki alveg fullt frá gengið, það er ekki búið að setja teikniramma eins og við gerum það seinna. En þetta er sökkulteikning, sýnir frárennslu í sökkli, regnvatnið sjálft sem er hérna, sem er þakna yfirfall til dæmis. Þá kemur drenlögnin hérna og hún samanist með regnvatnslögninni. Og síðan erum við frárennslu, síðan kemur hérna frá öskum og eldhúsi og salerni hérna út. Og hérna kemur hann niður vegginn og hérna kemur hann út úr sökkulinn. Og hérna gefur hann fjarlægðin frá frárennsluslögninni, hún er svona 500 millimetra, þess að halva metra frá vegg, cirka. Og hérna erum við fína málsendingar líka fyrir okkur að vinna með. Við ætlum bara svolítið að stæla þetta, við erum ekki að fara að teikna þetta hannanir sjálf, við erum bara ennum svona á tökum á teikningunni, teikniforðinu. Þetta er náttúrulega undirbúningur síðan fyrir þegar við farið í eitthvað lokaverkefni á lok pípulaninga námsins. Þegar við geta staðið klára þessu að vinna þetta svolítið sjálfstætt síðan. En nú náttúrulega að hermættur að sjá að það er málsett hérna þetta með drenið þegar regnvatnslögnin, hún er málsettin 675 mm. Það er sett þakniðurföll, hérna er settur texti til þess að merkja þetta er regnvatnslögn, þetta er 150 með 20 prómil halla. Og svo eru kótamerkingarnar, ekki gleyma þeim. Hérna er kóti, við erum ekki að reikna kótana núna, við setjum bara kóti og við erum bara tilbúin að setja töluna. Haldum áfram hérna, regnvatnslögn og þetta endar allt í brunnum hérna við hornið á húsinu. Og síðan tengir þetta út í náttúrulega götulögn hérna. Það sjáum það er svona S-merki hérna, þetta því að lögnin er að halda áfram. Þetta er sem sagt sökkulteikningin og þetta fáið þið, það er sökkulteikning unnur på næsta húsins sem þið fáið fá teikningu frá aðalhönnu húsins. Teiknin er lagnir utanhús, sýnist út upp úr sökkli þar sem hreinlætistækin tengjast. Merkir vandlega en allar verklýsingar, það er að segja kótana, stærðar, efni og tegund lagna sem gefur fram hérna. Kótarnir, stærðir og hallin hérna og síðan efnið, það kemur hérna. Og síðan tegundlagna, það er þá frárennslislögn, regnvatnslögn. Og passið að leigjarinn séu réttir hann að vinna með þetta. Þetta er frárennsli í sökkli. Hérna er frárennsli á 1. hæðinni. Og þá notum við sökkulteikninguna sem S-Ref til þess að finna út réttu staðsetningu stafna. Við ætlum að teikna núna upp, við ætlum að fara aðeins öðruvísi leið heldur við höfum gert hana. Við ætlum að teikna upp hverja mynd, hverja hæð, eina fyrir sökkulu, eina 1. og 2. hæð í sér teikningum. Og svo ætlum við að vísla skoða þær innan hverjar teikningar, notum þá S-Refið til þess að fá myndaði inn í, eins og til dæmis hérna, þá ætlum við að nota sökkulteikninguna sem S-Ref
og þannig staðsetja stammana rétt. Stammarnir eru náttúrulega þessi rör hérna sem eru að koma hérna milli hæða. Þetta þýðir sem pípa niður. Þetta þýðir pípa niður og stendur hérna frá annarri hæð. Sem sagt, við erum á fyrsta hæð núna og það stendur hérna frá annarri hæð og svo að pípa niður og það það sem er að fara ofan í sökkulinn hérna. Þá stendur hérna niður á sökklunum frá fyrstu og annarri hæð. Sama hér, hérna sem bara fara á annarri hæð. Ok. Það eru málsendingar hérna líka. 222,245 2,255. Sjá það ekki alveg sem málin. Hvað segur því? Það þetta því að sökkulveggurinn þykkari heldur en veggurinn hérna uppi. Þau fáum náttúrulega notið táknin sem við eigum inn á innunni og einfaldlega teiknum þessar lagnir með réttum leigurum. Þetta er sem sagt fyrsta hæðin. Það er hérna pípa niður líka og hérna pípa niður. Af hverju skyldi það vera? Jú, hérna uppi sko bílskúrinn á annarri hæðinni. Það er keyrt inn frá götuhæð og húsið svona hálf niðurgrafið. Þannig að hérna niðri hérna eru þykkir veggir. Hérna jarðvegurinn upp af og svo kemur greinilega einhver flái hérna niður og þetta er svona hálfur kjallari hérna undir húsinu. Svo áttu ykkur aðeins á hvernig húsið í laginu. Hérna uppi er þessa bílskúr og hérna niður fast rist og hún liggur, hérna stendur pípa niður og hún liggur niður í gegnum aðra hæðina og heldur svo áfram ofan í sökkulinn hérna. Þetta er pípa frá niðurst fast ristinni, alveg komin ofan í sökkulinn og leggur hérna út í frárennslislögnina út í brunninn. Svona liggur þetta. Hérna er baðherbergi á annarri hæðinni og það tengir það saman í einhver stamma sem hér, pípa niður. Og það fylgir sér hérna niður í gegnum fyrstu hæðina og ofan í sökkulinn hérna og út í brunn. Hérna er síðan rúmmyndin og við ætlum að nota okkur aðferðina með S-drefinu. Rúmmyndin samanstendur á grunnmyndum og sökkli, fyrstu hæð annarri hæð. Þannig að þegar við erum búin að teikna það. Og þá ættum við að nánast að vera konum með þetta. Eina sem við þyrftum að gera kannski spurning hvernig testin kemur út hjá okkur. Það er aðalega það. Það er ekki almenn regla að lagnir í sökklunum séu sýndar í svona. En við gera hérna, það er allt í lagi. Mér finnst það betra að sýna alla lagnirnar. Þannig að þetta endur hérna út í brunninu sko. En þetta er sem sagt verkefni 2. Ég ætla síðan að sýna ykkur þetta, hérna erum við búin að sýna ykkur sko hvernig grunnmyndina voru og hvernig rúmmyndin er. Aðeins að fara yfir að geymslan á verkefnakránum sjálfum sem við erum að vinna með að þið verður að taka þessar átakastskrár 3 hérna, einbýlishús. Að sjá hvað heita þær inn á innu. Það heita þessar hérna DFG skrár, þessar sökkurt einbýlishús DFG, grunnmynd einbýlishús, fyrstu hæð DFG og grunnmynd önnur hæð DFG. Þetta vistiði inn á eitthvað svæði, best inn á heimasvæðinu eða viðspilíklinum eða eitthvað þar á vísum stað, ekki á C-drifintölunni og opnið síðan einnig þetta fyrsta skjal hérna, grunnskjal píplandekteknika, átakat með réttum leigurum, málsendingum og svo framvegis. Það er hérna. Þið ættu að sjá það þegar þið eru búin að opna það. Það ætti að vera þessi leigir til staðar. Ef þessi leigir ekki til staðar þá verður ekki réttri skrá. Passið ykkur á því. Opnið rétta grunnskrá með þessi leigir að koma. Þetta vistið þið síðan í sömu möppu og þessar átakaskrár sem við finnum inn á vinnu.
þessa grunnmyndina. Og skýrir þess að þessu heiti, nú ætlum við að fara að búa til nokkrar grár. Þessi hérna á að heita exercise upp á stæðinnar ykkar, TBL 203, verkefni 2, frárennsli í söklu. Hvað segir ykkur á þessu? Hafið þetta skýrt og greinilega merkt og notað, það mun nú koma nokkra teikningar hérna í framhaldinu. It's so safe. Og svo skulum við bara byrja því að fara hérna í insert, attach, hérna, og setjið inn þessa sökkuteikninguna. Hérna, svona, open, og ekki hafa haka við eitt eða neitt hérna, bara attach, ekki taka við support, ekki skaul, full pad, ekkert meira. Ok, þá kemur hann hérna inn, og hún sést ekki, þannig að þá förum við hérna í view og velji hérna navigate og smelli hérna all. Það gefur þetta sömu virkni með því að tvísmella á skrolltakkan á músinu. Það er þetta zoom all. Hérna. Í staðan fyrir að fara hérna inn og ná í þetta, þá getur þið tvísmella á skrolltakkan á músinu. Hérna er sökullin kominn og þetta er bara í extra layer og hann lendir sannlega í þessu 0 layer hjá okkur hérna. Hann gerði það. Það er ágætt að vera búin að fara hérna ef við farið hérna í layer properties. Já, þetta er út af fyrir utan það með það, þá farið þetta inn á. Svona. Takkið þennan 0 layer bara og íti á new layer. Ef við valið hér, íti á new layer og segi hérna, þetta segi bara 0 extra. Þá verður hann alltaf hérna efst uppi. Svona. Ok. Og slökkur síðan á þessu, takkið síðan extra teikninguna, hafið þetta í sem extra layer. Þá vitið það var auðvitað að stýra þessu þegar þið farið í rúmmyndina. Það var búið að setja þessu upp. Síðan ætlum við líka að búa til samskonar. Ég fyrir bara hérna í og nú erum við búin að vista þetta sem frárennsli söklu og ég ætla að fara hérna í og segja save as og skrifa hérna frárennsli fyrsta hæð. Save, takkið þessa út hérna, eyðið henni og farið í insert, attach og setjið hérna upp frárennsli fyrstu hæð, open og ekkert meira hérna, ekki taka við eitt eða neitt svona og tvísmellum á skrollið til þess að finna teikninguna. Svona. Ok, ítið á save og farið svo í save as. Svona. Og hvað er með þetta frárennsli önnur hæð, save, eyðum þessar út, verum í insert, attach, hérna og náum í teikninguna á annarri hæðinni. Ok, og tvísmellum á skrollið, ég veit ekki að byrja hverjum á það. Þá ætti þið að vera konir með teikningar, ef við ítum hérna á AutoCAD-merkið, þá ætti þið að vera konir með 3 teikningar hérna er sökkullin. Og hérna er fyrsta hæðin. Svona. Og svo ættu að vera með aðra hæðina. Við ætlum að vinna við byrjum á söklunum náttúrulega og ég ætla að sýna ykkur síðan næst geymslunar, já, hún að fara nokkur ekstra hérna léttilega, svo það þarf að stilla hérna lítertestan. Það þarf að stilla lítertestan. Lítertestin er, hann er þessi hérna. Þið sjáu hérna að
það eru bara til, það er til standardstilling í þessari grá hérna. Það var ekki búinn að laga þetta, ég ætla að láta ykkur gera þetta. Smelli hérna hérna í annotate og þá fáið þennan möguleika hérna. Ég náttúrulega í bara Autodesk AutoCAD 2014, þannig að geti verið öðruvísi ef við hafum opnað arkitekturútgáfuna, hún er öðruvísi. En þetta, þegar ég finna þetta samt hérna undir annotate, Leaders, hérna sjá í hérna litlu bílina, kemur standard upp hérna og getur ég bara hérna modify. Og passi ykkur því að það eru nokkrar stillingar sem eru hérna. Ég ætla að renna aðeins yfir og þið þurfa að passa ykkur bara að hafa sömu stillingar og þið sjáu hérna í þessu. Það er sem sagt textastælin er í Arial, textahæðin 2,5. Lítið correction, þetta hérna ætti að vera í middle of text og middle of text. Hérna er lítið structure, hafið þá annotate, sett á, setji þennan hérna á, nei ég er búinn að setja þennan hérna að sjá pílunum sem kemur hér. Búa til smá bil hérna, setjum hérna allavega 3 mm, automatic landing, okay. Og lítið formatinn, close fills 4 og break set 0. Þannig að þetta verður svona. Aðeins renni yfir þetta. Lítið format, stillingarnar í þennan. Lítið structure, Machine 9.2, ekki taka við hér. Landing distance 3 og annotative. Content, bara M-test, test style er Arial. Horizontal test color by block, testa hæðin 2,5. Horizontal adjustments og já, svo það var að middle test hérna, það er úti og 2 mm hér. Ok, þetta var komið. Íta OK og close og passið ykkur á því samt að núna tiltöðu sem annotative, þá skiptir þessi hérna máli, sagði annotation scale hérna. Setjum hann í 1.50, hann vinnur með textallar og fleis og núna stærðir og örfum annað sem við vorum að gera hérna. Prófið hann aðeins, sjá hvernig hann sé ekki örugglega réttur, hann ætla að koma svona. Passið ykkur á örin, byttið ekki fyrir að draga þetta smá spotta hérna upp, svona. Og þá ætti ég að geta að skrifa hérna testan, bara kóti x.xx og close test editor. Það átti að vera klárt. Þá held ég að þessi kynning og uppsetning á framstellingu ætti að vera klár. Nú sýni ég í næsta myndbandi hvernig við teiknum grunnmyndirnar í sökkli og fyrstu og annarri hæð. Ég renni fljótt yfir sögu þar.